Non.
rays, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's sweet talking, you could make it come true. I'll give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for what it's be jolly. Now should be somewhere funny. Come on, share good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could send you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still wanna run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So stop for a while, let's be done. Love should be somewhere unbounded. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allra guðanna. Til náðir og heiðræði og við í sorg og söknum þín ákvæmum þig. Hjálpa oss með hugum þín heilaga orðs. Fyrir Jesú Krist, drottinn okkar og frelsara, við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálminum standa þessi orð. Margt það sem hrjáir hinn réttláta, en Drottinn frelsar hann af því öllu. Amen. Komst til að kveðja í gær. Þú kvaddir og gafar svo hljóð. Á glugganum frostrósin grær. Ég gat ekki sofið í nótt. Hvert andvarp frá einmana sál. Hvert orð sem var myndaðan ljós. Nú greinist sem gat friðið mál. Í gerði hins lífvana blóðs.
bæ. Með brimhljóð frá klettóttri strönd, með leiðum og gjúkandi sæ. Hann réttir oft ögrandi hönd. Ég krýp hér og bæn mína býr, þá bæn sem í hjartan stráð, og þyrmt honum gerð honum gríð. Hver gæti mér á þessi lág? Kæru vinir, ég ætla að biðja þau ykkur sem að treysti ykkur til að rísa á fætur, að rísa á fætur og heyra guðstema sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði: komið til mín, öll þér sem erfiðir og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur. Og þá munið þér finna hvíld sálu minnar, því að mitt ok er ljúft og byrðin létt. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, en sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það í hjarta sínu. Amen. Sumarið sæn breyta, sumarið vindar heita, draumalandið þín mig heita, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Gakk út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, það er stutt stundin, stopu fjarlægst yfir þig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Allt í raun er ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við heyrðum orð Jesú Krist
sem að hafa fyllt mörgum í gegnum lífið og orðið óteljandi manneskjum huggun á erfiðum tímum. Þetta eru orð sem talin í raunverulegt líf, þar sem byrðar eru þungar, vinnudagar langir og ábyrgðin mikil. Orð sem eru sögð með skilning á því hvað það er að reyna á sig, bera meira en maður ætlar sér og halda áfram þótt kraftarnir þrjóti. Komið til mín, allir þér sem erfið og þungar byrðar hafið og ég mun veit yfir til. Þessi orð eru sögð inn í líf sem er hvorki fullkomið né auðvelt. Við erum nefnilega eftir þeim sem hafa þurft að leggja hart að sér, standa vaktina dag eftir dag og bera ábyrgð. Ábyrgð sem oft var meiri en kannski nokkur sá. Þetta er orð til þeirra sem að þekkja erfiði, þreytu og þá tilfinningu að þurfa alltaf að halda áfram. Jafnvel þegar líkaminn eða hugurinn biður hér. Í þessum orðum felst ekki áminning að gera meira, heldur loforð að það megi leggja frá sér það sem er orðið of þungt. Hér er ekki spurt hversu miklu það er afkastað, heldur boðin hvíld. Hvíld sem er ekki uppgjöf, heldur frið. Ekki flótti, heldur heimkom. Þau orðskulum ég hafi hugra nú í dag eftir þeim Sumarrós Kristínu Jóhannsdóttur hinstu þeim. Sumarrós Kristín Jóhannsdóttir eða Rósa eins og var oftast kölluð fæddist á Þórshöfn 2. september 1958. Foreldrar hennar voru þeir Guðbjörg Guðmundsdóttir, fædd 25. maí 1932 á Skálum, en hún lést 15. ágúst 2019 fyrir Þórshöfn. Og Jóhann Guðmundsson fæddur 18. febrúar 1935 í Reykjavík og lést 5. apríl 1983 fyrir Þórshöfn. Systkini Sumarrósar eru Elísabet Magnea Jóhannsdóttir, fædd 18. mars 1955, Guðmundur fæddur 19. janúar 1961, hann lést 20. október 2023, Gunnar Hólm fæddur 17. desember 1966. Börn Sumarrósar eru Guðbjörg Jóhanna, fædd 2. desember 1977. Börn hennar eru Vilja Góði, fæddur 2006, Sumarrós Ísabella Eldey, fædd árið 2010. Fjalar Örn, fæddur 9. febrúar 1980, Magnea Dröfn, fædd 4. júní 1984. Börn hennar eru Magnús Otto Friðriksson, fæddur 2001, Breki Freyr Atlason, fæddur 2018 og Angantýr Helgi Atlason, fæddur árið 2020. Þegar Rósa var á 15. ári fór hún til Húsavíkur frá Þórshöfn að vinna þar á sjúkrahúsi. Og 18 ára fór hún síðan á verktíð til Bolungarvíkur þar sem hún kynntist barnsföður sínum og eiginmanni, en lengst af bjó Sumarrós í Hnífsdal meðan hún dvaldi til vestan. Eftir að hún sleit samvistum með eiginmanninn árið 1988 hóf hún fljótlega störf sem verkstjóri og sinnti því starfi í meira en áratugi. Heimilið í Hnífsdal að flytja degi 4 var gesthæft og það voru margir sem leituðu til Rósu, enda alltaf einhverjir heimaaflingar í húsinu, ættingjar eða systkinabörn eiginmannsins sem og aðrir. Og þá dvaldi yngri bræður hennar hjá henni meðan þeir voru á sjó við vestan. Hún reyndist vinum sínum afskaplega vel. Þó hún yrði nú seint þekkt fyrir að skafa utan af sínum skoðunum og vildi ekki hlusta á óræðinni væl, þá vildi hún samt allt fyrir allt að gera. Þrátt fyrir að hún skammaðist yfir einhverju viku sinni, þá kom hann ekki vekk til að hún kom oft í hjálp.
Rósa var yfir í raun. Hún hafði mikla samkennd með þeim sem að minna máttu sín. Ekki lét hún heldur eftir sér að láta menn heyra það, óháð stétt eða stöðu, ef þeir hafði unnið til þess. En við börnin sín sá hún oft sá vægir sem lítið hefur. Já, Rósa hafði orð á sér fyrir vestan til einstakamdugna, þótti vera á við marga í vinnu og sýndu engum minni hreysti en kallarnir. Þar sem hún stóð til dæmis í löndun og keyrði vörubíla, fullaði fiski í fiskhúsi ef því var að skipta. Eða braunaði á fiskmarkaðinn til þess að ná í hráefni fyrir vinnsluna. Hún var með afbrigðum sjálfstæð. Hún gekk í öllu verk. Eftir því ákveðin og fljót að hugsa ef að leysa þetta vandamál. Rósa sagði nú reyndar oft að þolinmæðið þrautir inn í alla. Þetta var kannski alveg laus við alltaf þolinmæðið sjálf. En vildi helst drífa allt af. Það helst það. Og ekki taldi hún eftir sér að vinna minnst 12 tíma vinnudag helgi eftir helgi. Dögum en ekki árum saman. Hún var samt. Svolítið þjökuð af samvisku þar sem börnin yrðu af miklum samvistum vegna vinnu og sérstaklega í Íslandi. Og þá tók hún að sér ýmis störf seinna meir og oftar en ekki sem voru tengd framleiðslu á mat. Hún hafði afskaplega gaman af því að fá góða gesti og hafa fólk í mat. Og sérlega ánægði að vel var að borða. Tengdasonur hennar Sigurður Birgir, maður Guðbjargar, mannum eftir því að hafa verið í mat á tengdamóður sinni og síldarvertið á sig aftur þau. Það sem kom til Bjargar sem flottur í Hafnarfirði. En vorið 1995 fluttist Rósa til Reykjavíkur og var þar í nokkur ár þar til hann fluttist alfarið aftur til Þórshafnar árið 2002. Þó að Rósa hafði sýnt marga góða hæfileika sem hún gengi vel með mannaforráð, þá áttu það kannski oft til að vera heldur fljótleg. Sérstaklega vil ég ná á að klára eitthvað eða komast á leiðarenda sem stundum gat enda með skurðlegum heim. Hún hafði til að mynda tvisvar eitt út í sama skurðinn með stuttum millibili í Húsdal og snúið sér á sama fættina. Í annars skiptið hafði hún fjárfest í sumarbústað í Húsafelli og var í óðaum við að fylla eldhússkápana úr stórum bala sem hún hafði þessi. Fór ekki betur en svo að hún stangaði opinn skáp í innréttingunni, hrökklaðist aftur á bak og hann klekkin undan í, missti jafnvægið og datt með aftur endan á undan og auðvitað hafði hún eitt í bala. En seinni á Rósu. Þau mörguðust nokkuð á óvægnum heilsubrest, þar sem hún rýndi í stoðkerfisvanda í Reykjavík, sem og uppskurðir og aðrar rafgerðir í framhaldi, urðu til þess valdandi að hún fór út á vinnumarkaðnum langt fyrir aldur fram, auk annarra erfiðleika. Ella, systir hennar og hafði mágur hennar heimsóttu Rósu eitt sinn á líknardeildina meðan hún var þar og þess að spyr hvernig henni líði á líknardeildinni. Rósa mín, hvernig líka henni? Og Rósa sagði, bara ágætlega, en ég á eftir að segja henni eitt eða tvö, sem þótti dæmigert fyrir hennar dag. Undir það síðasta veikist hún af krabbameini og lést hann 28. desember síðastliðinn og líknardeildinni í Kópavogi langt fyrir aldur fram, eins og fyrir sagði. En allt fram í andlátið, það var hún glaðnæg, góðu ánægð með að vera ekki afgangum sín. Og nú þegar að komið að heimsku kveðjustund, þegar beðum að flytja ekki kveðjur frá eftirtóttum. Guðrún Ásta Pálsdóttir, systurdóttir Sumarrósar, sendir innilega samúðarkveðjur þar sem getur við með oss í dag, þar sem stundar ná í bergi. Innilega samúðarkveðjur flytja frá Jóhanni og Ínum og innilega samúðarkveðjur frá Bergrúnu og Kitti
Og hér er líka innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar frá Aðalheiði, Ragnari og Gústaf Reynir. Birna Mansa, Jarek og Mansi biðja fyrir innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar allra. Einnig eru hér kærar kveðjur frá Evu og Ómari Áskonarson. Ásta Pálsdóttir, tengdamóðir Elsu, systir Rósu, þakkar fyrir sýnda umhyggju á erfiðum tímum og sendir innilega samúðarkveðjur. Kærar kveðjur senda Gunnar og fjölskylda sem minnast Rósu sem var þeim afskaplega góð. Starfsfólk líknardeildarinnar á Kópavogi senda innilega samúðarkveðjur til fjölskyldu Rósu vegna fráfalls hennar. Aðstandendur Rósu biðja útfarargestir að þiggja réttar veitingar í Safnarheimilinu að lokinni útförinni. Og einnig vil ég leyfa mér að minna á stílabækur og penna sem að þar liggja frammi og eru útfarargestir beðnir að skrifa í þær minningar sem þeir eiga Rósu. Í lok athafnar hér verður kistan borin fram í landinni. Ég vil hvíla þar á bókunum og það geta þau sem að ekki fara í garðinn vottaði sína einlægu saman. En jarðsett verður í Sauðanesskirkju. Já, Jesús sagði komið til mín, allir þér sem við að byrja hafið og ég mun veita ykkur. Þau ekkert sögð til þeirra sem að hafa allt á hreinu. Heldur til þeirra eins og ég hef sagt áður unnið lengi, lagt hart að sér og verið ábyrgð og haldið áfram. Meira segja að þeir kraftarnir voru kannski á skornum skammti. Þau eru orð sem tala inn í raunverulegt líf. Líf þar sem ekki er alltaf tími til að stálpa við. Þar sem verkefnið kalla og skyldurnar bíða ekki. Og þegar við lítum yfir líf sumarhúsar Kristínar Jónasdóttur, þá er erfitt að hugsa sér orð sem eiga betur við. Líf hennar var oft í erfiðis og dugnaðar, ábyrgðar og umhyggju. Hún var kona sem að lét verkin tala, fékk í öll verka festu og hreinskilni. Var ekki aðeins sína eigin virðar, heldur tók hún oft á sig virðar annar. Því minnumst við í dag Rósu með þakklæti, virðingu og hlýju. Þegar líf hennar í hendur þess Guðs sem lofar því þegar vinnudeginu lýkur. Guð blessi minningu sumarhúsar Kristínar Jónasdóttur og Guð blessi ykkur öll. Amen. Takkið móstulega berði. Þá Drottins vors Jesús, kærleiki Guðs og samfélag hefur samtað sér með öllum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Nú legg ég augun aftur og Guð þinn alfar kraftur, þín verði vörni ljót. Æ, vilt við af þér taka, ég vil aftur vaka, þinn enginn svo ég sofi og
forsjá þína, Guð Faðir samlum vína, því nú komin nóg. Ljósið látið dreyma og ljúfa englar geyma, öll börnin þín sofnum til ró. Almáttugi eilífi Faðir, við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Sumarrós Kristínu Jóhannsdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Vertu náðugur öllum þeim sem líf hennar var til áfylgjum. En allar bænir okkar felum við þeirri bæn sem að Drottinn kenndi og við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríki, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guðsúlar Jesús er. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins oss Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og líf, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lífsins ljós, lána þína skína svo víða, sigur þú í lífsins rós, að minni að hvíða. Þú vekur hann sól að morgni, þú vekur hann sól að morgni.
min krafter i sin sång, visade sorgmat hjärta. Jag ferie fri och slå, att du såg ljuset i hjärta. Är sola morning, är sola morning. Drottning Helge, du sorgnar sig sal, smala gitna hörn. Och slötfotar hans arma barn, slits under dödans sjön. Och när han är sola morning, så vaknar han är sola morning. Arde i frid, vinner min kraj, Adengel fick gema. Alter och ej förvärden mig, aldrig jag skall förglömma. Är sola morning, är sola morning. Takið drottinn er í blessun. Drottinn blessi þig og varni þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náð. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.